Það reiknað með að 350 milljarðar lendi á ríkissjóði vegna Icesave-reikningsins og Indriði H. Þorláksson sem skrifaði undir samninginn fyrir Íslands hönd telur hann góðan, meðan Eiríkur Svavarsson, lögmaður og meðlimur í Indefence-hópnum telur samninginn afar slæman fyrir íslensku þjóðina. Við förum yfir helstu ágreiningsmál samningsins með þessum mönnum síðar í þættinum, en þá það komið, þyngsta gluggaumslag lýðveldistímans. Icesave-reikningurinn hljóður upp á tæpa 700 milljarða króna plus vexti, en ríkissjóður á að ábyrgjast greiðslu á það sem upp á vantar þegar búið að selja eignir Landsbankans. Hversu mikið það verður veit enginn, en Indriði H. Þorláksson sat í samninganefndinni og undirritaði samninginn fyrir Íslands hönd og hann telur samninginn góðan fyrir land og þjóð. Eiríkur Svavarsson, lögmaður og meðlimur Indefence-hópsins, þessu ósammála og telur samninginn bæði vondan og gerðan á röngum forsendum. Þeir Indriði og Eiríkur eru sestir hjá Þóru Arnórsdóttur og ætla að fara yfir þá liði samningsins sem helst við að standa í mönnum. Velkomnir bæði Eiríkur og Indriði. Takk. Eiríkur, þú og þínir félagar í Indefence-hópnum eru búin að lúslesa þennan samning og líst ekki vel á, svo ekki sé nú dýpra í árinni tekið. Ef við förum bara í gegnum þessar greinar sem að valda ykkur mestum áhyggjum, þá höfum við hér Indriði H. Þorláksson til þess að svara þeirri gagnrýni jafnóðum. Byrjum bara á fyrsta atriðinu. Nú er búið að gera samninginn opinberan, það geta allir lesið hann og þó þegar við haft þarna eitthvað dörlítið forskot. Hvað það fyrst sem þið reykið ykkur á? Já, sko, það kannski fyrst að nefna það að þegar maður fer almennt í gegnum þennan samning, að þá virðist hann vera afskaplega einhliða í öllum megin atriðum. Hann, svona ásýndans, orðalagans, það augljóst að það verður túlkað nokkuð einhliða hollendingum í hag þegar við höfum það í huga að þetta bresk lögsaga sem að mögulegur ágreiningur og úrræði gagnvart samningnum sko lúta af. En þar fyrir utan að þá í raun í þessum samningi engin, hann eiginlega gerður þannig að það engar undantekningar, það engar svona loophólur í honum. Men hérna... ekki það eins og samningar eiga að vera, skotildir? Jú, en þetta er mjög einhliða samningur og það eru nánast engar leiðir fyrir innistæðutryggingarsjóð og íslenska ríki til að koma að sínum réttindum eða sínum sjónarmiðum. Og það svo sem mætti taka hér á ýmsum atriðum í samningnum, en þetta nú svona það sem við fyrst horfum á í Indefence. Ef það rétt Indriði, er eins og okkur hafi verið stilt upp við vegg og hagsmunir viðsemjenda okkar hafi verið í forgrunni og forgangi? Nei, það var ekki svo. Kannski fyrst í tilefni af orðum Þórhalls að þá kannski svo mikið sagt að segja að ég telji þetta góðan samning í þeim skilningi að þetta sé eitthvað gleðilegur gjörningur, hins vegar telja þetta vera eins góðan samning og viðunandi eins og hægt var með að við þá stöðu sem málin voru komin í. Nú varðandi eðli samningsins þá þetta lánasamningur. Þetta samningur milli lánveitanda og lántaka og hann lýsir þeim skilmálum sem þetta gilda og eins og Þóra sagði þá náttúrulega talin kostur á samningum að þeir séu skýrir og einfaldir og það sé ekki svona loophole í þeim. Það bara að finna verra. Hann ekki einhliða í þeim skilningi að öllum atriðum séu það hagsmunir viðsemjenda okkar sem að ráða. Okkar hagsmunir voru líka þarna inni. Hins vegar ef menn lesa yfirleitt lánasamninga þá eru þeir yfirleitt byggðir þannig upp að þeir kveða á þá skilmála sem að lántakandi gengst undir. Það bara eðli þeirra og síðan mótast náttúrulega samningurinn á því. Okkur var ekki stilt upp við neinn vegg í einum eða öðrum skilningi. En má ég aðeins skjóta þarna inn í Indriði vegna þess að Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra, hann kom hér og kynnti samninginn þegar hann var í Höfn, svona að nokkru leyti. Og það var nú ekki annað af honum að skilja en einmitt að það hefði verið beitt miklum þrýstingi frá Evrópusambandinu og öðrum löndum. Já, ég ætlaði að koma því að var ekki okkur beinum þrýstingi í þeim skilningi, heldur voru aðstæðurnar þannig að það voru ríkar kröfur bæði á okkur og þessum ríkjum að ganga frá þessum samningum. Það voru mjög ríkar kröfur frá alþjóðasamfélaginu, frá Evrópusambandinu, frá
samstarfsaðilum okkar á Norðurlöndum, í alþjóðagjaldeyrissjóðnum og svo framvegis. Þessi þrýstingur náttúrulega hvíldi á okkur, hann hvíldi líka á þeim. Ég vil aðeins benda á það að sko, þegar að þessi samningur er lesin í gegn, að þá það er alveg augljóst þegar að farið er í gegnum að það er mjög víða sem að er mjög einhliða gengið að og ég vil nefna hérna bara nokkur atriði. Já, það hefur farið hérna fram töluverð umræða þessa grein 16.3 í samningnum. En það eru önnur ákvæði hér sem eru líka mjög alvarlegs eðlis fyrir íslenskt samfélag. Til að mynda eru þarna í 11. grein samningsins talin upp mjög mörg tilvik sem að geta valdið riftun samningsins. En hins vegar þá í rauninni riftun samningsins í formi gjaldfellingaheimilda, einhliða gjaldfellingaheimilda. Þá megi gjaldfella allt lánið. Og þá megi gjaldfella allt lánið. Og ég nefni sérstaklega kannski þarna að íslenska ríkið er með skuldbindingar erlendis í dag, mjög víða. Og það vill bara svo til að þarna er inni ákvæði sem að felur í sér að ef að íslenska ríkið núna í framhaldinu, segjum eftir 2, 3, 4 ár, er með stóran gjalddaga og hefur veika greiðslugetu og getur ekki greitt af slíkri annarri skuldbindingu. Lendir í vanskilu. Að þá í raun felur þessi samningur það í sér að það er heimilt að gjaldfella þetta lán. Allur höfuðstóll eins og hann stendur þá. Áður en þessu 7 ára tímabili er lokið. Áður en þessu 7 ára tímabili er lokið og áður en og líka vextinni. Og það verður að segjast alveg svo að það er búið að ræða hér töluvert það af hálfu fulltrúa ríkisins í þessu máli að það sé svona 7 ára skjól af samningnum núna. Allan að þegar litið er á þessa fjöldamörgu gjaldfellingarheimildir og hversu víðtækar þær eru og hversu rík vanefndarúrræði felast í þessum gjaldfellingarheimildum fyrir hollenska ríkið. Þú ert að segja bara svo að það sé alveg á hreinu að ef íslenska ríkið lendir í vanskilum með eitthvað annað lán, ekki þessar skuldbindingar, að þá sé heimilt að gjaldfella lán. Og ég vil nefna annað alveg sérstaklega vegna þess að þetta hefur vitaskuld verið mikið í umræðinni með þessa 16. grein þessa samnings. Já. Að þá er nú kannski fyrst að nefna það sem að er dálítið sérstakt og óvenjulegt að mínu viti í svona milliríkjasamningi því ég hef farið yfir mjög marga alþjóðlega samninga hvort sem að það er innan milli ríkja eða milli fyrirtækja í mismunandi löndum en mér finnst ég vera að sjá í þessum samningi ákvæði sem að ég hef ekki séð áður og ég nefni sérstaklega þetta ákvæði greinar þarna 16.3 sem var nú birt hér í gær að öllu leyti og það verður ekkit annað lesið út úr þessu ákvæði. Friðhelgisréttindi í lögsögu. Friðhelgisréttindi í lögsögu. Að þarna er sem sagt íslenska ríki í raun og veru að þjóðarétti að afsala sér sínum friðhelgisrétti og þegar að það er gert að þá í raun er aðkoma, það er ekkert í textanum á þessari grein 16.3 eins og ég lesa hann sem að kemur í veg fyrir það að hollenska ríkið geti gengið að eignum íslenska ríkisins hvar sem að það eru niður komnar. Hvort sem þær eru á Íslandi eða í Evrópuríkjum eða utan Evrópuríkja, Rússlandi þess vegna. Indriði, það eru fleiri lögmenn sem hafa lýst þessari skoðun sem eru sammála Eiríki. Við heyrðum í Magnúsi Thoroddsen núna í síðdegis útvarpið Rás 2 kvöldfréttum þar sem að hann segir þetta sama, hann túlkar þetta sem svo að í rauninni sé fullveldinu stefnt í hættu en í tilkynningu frá ykkur segir að það sé á engan hátt grundvöllur fyrir aðför að eigum íslenska ríkisins hér á landi. Ef samningurinn á að vera svona skýr og einfaldur, verður þetta þá ekki vera alveg á hreinu? Má ég kannski byrja á hinum atriðunum? Já, ef við tökum þetta í réttri röð, gjaldfellingarákvæði, að þá eru þau vissulega fyrir hendi. Þau eru ekkert óvanaleg. Þetta er almennt náttúrulega í samningum. Almenna reglan er sú að ef að lántakandi stendur ekki við svona skuldbindingar að greiða samningum þá hefur yfirleitt lánveitandinn heimild til þess að gjaldfella það. En ef það stendur ekki við
ef það lendir í vanskilum annars staðar þannig að þetta ekkert óeðlilegt og ég held að þetta finnist í öllum svona samningum. Í öðru lagi þetta kross-gjaldfellingar heimild sem þarna fyrir hann. Það ekki heldur eitthvað nýtt í þessum. Þetta líka að finna í öðrum sambærilegum samningum og ástæðan einfaldlega sú að með þessu tryggja lánveitendur sem gagnvart hugsanlega misrétti, það að segja að það verði greitt af lánum til annara meðan að þeir eru látnir sitja eftir. Þannig að það en þetta samt sem áður ekki áhætta sem því að reyna á þetta eins og hann talar á jafnvel á fyrstu árunum held ég ekki til staðar. Í fyrsta lagi að þá eru engar greiðslur sem að eiga flæð úr ríkissjóði þessum tíma og í öðru lagi ef að svo illa væri komið fyrir Íslandi og ríkinu að það gæti ekki staðið við önnur sambærileg lán sem leiðir þessu. Þá myndi væntanlega reyna einfaldlega á endurskoðunar heimildina ef ekki eitthvað ennþá meira. Þannig að raunveruleg áhætta þess ekki. Má ég aðeins fá að víkja þessu sem þú segir það? Að þú talar þessa undantekningar heimild í 15. grein samningsins. Hún líka mjög einhliða. Hún gengur umverulega út á það að það alþjóða gjaldeyrisjóðurinn sem verður að veita einhvers konar vottorð fyrir því að íslenska ríkið getur ekki greitt afborgun samkvæmt þessum samningi. Að staðan sé miklu verri en hún var í nóvember 2008. Að staðan sé miklu verri heldur en hún var samkvæmt mati alþjóða gjaldeyrisjóðsins frá 19. nóvember 2008 sem viðmiðið í þessum samningi. En þetta vottorð þarf fyrst að liggja fyrir. Síðan þegar það liggur fyrir, þá má ræða málið. En það liggur líka alveg fyrir að það eru engar skuldbindingar á hollenska ríkinu og væntanlega til breska líka í þeim samningi að endurskoða samningin ef þetta gerist. Og varðandi þessa samanburða líkingu það að það séu til aðrir samningar sem að fela í sér þessi sömu ákvæði eins og með gjaldfellingar heimildirnar og svona. Þá þykir mér mjög mikilvægt að við erum ekki að bera saman þá epli og epli vegna þess að hér erum við að tala mjög viðamiklar og þungar skuldbindingar inn í framtíðina sem að kemur til með að snerta ekki bara þessa kynslóð, heldur næstu kynslóðir. Og það mjög mikilvægt að vanda til þessara verka eins vel og unnt Og þarna stöndum við frammi fyrir því að við verðum, ég ætla að nefna eitt lítið dæmi. Í hagsögu þessa lands, síðustu 20-25 ári, þá einhver besti vöruskiptajöfnuður sem við höfum haft á núvirði kannski rétt í kringu 30 milljarðar. Á síðustu 25 árum. Þetta þýðir það að bara vextir af þessu láni eru 36 milljarðar á ári þegar við tökum báða samninga. Þessu jákvæðu vöruskiptajöfnuður þarf að segja afgangur af gjaldeyrisafgangur. Jákvæður vöruskiptajöfnuður landsins verður þá að því þetta erlend lán og það þarf að borga í erlendum gjaldeyri, þá þarf að vera jákvæður vöruskiptajöfnuður í landinu og við sjáum það bara á hagsögunni að við þurfum raunverulega að tvöfalda okkar besta árangur bara til þess að borga í raun og veru samkvæmt þessu samningi. Þannig að það alvarlega í þessu það að forsendurnar ekki til staðar til að efna þennan samning, ekki eins og ég get séð núna og við í Indefence, en við erum náttúrulega með margar aðrar hagtölur sem við getum bent á í þessu samhengi. Þá verðum við að hleypa Indriða, það ýmislegt sem þú þarft að fara yfir, það endurskoðunarákvæðið og svo aftur fullveldið. Já, varðandi fyrst endurskoðunarákvæðið, þá það náttúrulega ekki rétt að við sem háður einhverju mati í alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það stendur í samningunum? Nei, það stendur ekki í samningunum. Það stendur að ef að okkar staða miðað við mat alþjóðagjaldeyrissjóðinn á henni eins og hún var síðastliðið haust gefið tilefni til endurskoðunar. Við þurfum ekki að fá alþjóðagjaldeyrissjóðinn til að meta það. Þetta bara samanburður við þessa stöðu. En notastu hugtakið deterioration? Já, frá þessu mati sem var 2008. En við þurfum ekki að fá stimpil frá alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hann þarf ekki að votta það að staðan sé verið. Þannig það okkar mat sem gildir í þessu efni. Það sé klart. En í öðru lagi varðandi greiðslugeta, auðvitað þetta háar fjárhæður og háar skuldbindingar. En menn skulu ekki heldur ýkja þær. Þetta til dæmis ekki stærsta skuldbindingi sem við erum að taka á okkur núna í bankahruninu. Það skuldir sem að ríkið yfirtók vegna hruns bankana. Skuldir bankana við Seðlabankann sem þær eru mun stærri en þetta. Þannig að þó þetta sé stórt að þá þetta ekki alls saman. Þannig að þú ert ósammála því mati að við getum ekki borgað þetta? Ég held ég verði nú bara að benda kunningi mínum hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að koma í smiðju til
Eiríks og þeirra til þess að læra að reikna út greiðslubyrðina því að þeir hafa lagt mat á það að núverandi skuldsetning Íslenska ríkisins upp á það bil 130% af landsframleiðslunni sé eitthvað sem að við getum lifa við. Þeir hafa allt rátt fyrir sér áður. Jú, en þessi samningur, væntanlega skuldbindingin, væntanlega að forsendur gangu upp að þá mun þetta þegar að greiðslu kemur verða kannski einhvers staðar á bilinu 10-20% landsframleiðslu. Þannig að ég held að sé engum greiði gerður með því að ýkja hlutina og fara mjög langt frá því sem að, hvað maður segja, raunhæft matir í þessum efnum. En við skulum aðeins vegna þess að það bar mikið í milli stjórnarandstöðu og stjórnarþingmanna og ekki síst ráðherra á Alþingi í dag. Menn segja að þessi samningur kannski ekki góður en við verðum að lifa við hann. Hvað gerist ef að farið verður að ykkar ráðum og Alþingi hreinlega samþykkir ekki ríkisábyrgðina? Sko það vill nú svo til að það er búið að undirrita samningin. Það sem Alþingi á að taka til meðhöndlunar í raun og veru ábyrgðarveitingin að baki þessu samning. Nú það auðvitað mjög mikið fagnaðarefni að það er búið að upplýsa þing og þjóð þennan samning og við kröfðumst þess með fréttatilkynningu morgun að það er gert og það var gert að lokum. Og það er vel. Og nú getur farið fram málefnaleg umræða þennan samning, kosti hans og galla. Varðandi ábyrgðarveitinguna þá er það í raun og veru gildi skilyrði þessa samnings. Að svo ábyrgðarveiting verði veitt af Alþingi. Fyrir tekur hann ekki gildi. Og við verðum auðvitað að fara þá núna mjög alvarlega ofan í það, það mál. En hvað varðar Indifens, hvað varðar þennan samning þegar hann er lesin og þau mjög svo sérstak ákvæði mjög víðtækt afsal að mínum að þetta er bara fullveldisréttar eins og þetta kemur fram í grein 16.3. En önnur ákvæði líka og ekki síður þessi gjaldfellingaheimild að þá náttúrulega þarf að fara, þá er þetta með því lagi og bara forsendurnar til þess að greiða, þær er ekki til staðar. Þannig að við þurfum að fara aðra leið og ég bendi sérstaklega á það. Þá endur tekið kannski spurninguna, hvað gerist ef að við samþykjum þetta ekki? Þar segir að Alþingi samþykkir ekki að þessu ríkisábyrgð. Ég vil þá alveg sérstaklega fyrst fá að nefna það að það var samþykkt þingsályktun í þinginu 5. desember 2008 og með þessari þingsályktun fylgdu hér ákveðin samningsviðmið sem að samningsaðilarnir þrír, Bretland, Holland og Ísland voru það búin að koma sér saman ásamt öðrum Evrópuríkjum. Hún gekk vissulega út á það að var pólitísk ákvörðun að innistæðu tilskipunartryggingin yrði látin gilda þó að það væru hér mjög gild lögfræðileg rök sem reyndar ekki hafi verið hrakin ennþá svo mér er kunnugt að þessi tilskipun gilti ekki í efnahagshruni en þarna sem sagt ákváðu samningsaðilarnir að þeir skyldu gangast við þessara viðræðna með það að leiðarljósi að taka tillit til erfiðra og fordæmislausra aðstæðna sem Ísland er í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera Íslandi kleift að endurrisa fjármála og efnahagskerfi sitt. Þetta kemur hérna fram og þegar maður les þetta og les svo samning hérna, þá getur maður ekki séð það í raun að menn hafi virt þessi viðmið og það á þá sérstaklega við gagnaðil okkar í þessu samningum Holland og Bretland. Þeir hafi kúað og þingað, er það sem þetta segir? Já, ég meina ef að samningurinn er lesi og þetta er borið hérna saman, þegar að menn gengur til leiksins, hvaða forsendur gáfa menn sér, þetta leiðarljós get ég að minnsta kosti ekki séð að hefur verið virt. Indri, bara rétt að lokum að því að þú ert búin að sitja þarna með samninganefndum Breta og Hollendinga. Ef Alþingi samþykkir ekki þessa ríkisábyrgð, hvað sér þú fyrir þér? Er þetta að fá það á aftur á samningaborðinu og byrja upp á nýtt? Eða fer allt í upplausn? Má ég fyrst kannski aðeins víkja þessu að það verði ekki verið tekið til þessu sérstöðu. Málið var lagt upp þannig af okkar hálfu að við nýtum þessara sérstöðu sem að ræðir og viðmiðina í lánskjörunum. Það var alveg ljóst. Við skulum hafa það í huga að þær hugmyndir sem voru á sveimi og í bakgrunninu þegar að við byrjuðum var að við tækjum lán til 10 ára með eitthvað 6-7% vöxtum. Við teljum að við höfum náð heilmiklu fram í þeim skilningi. Við náum fram 15 ára greiðslutíma á lánin sem er mjög langt, öllu samhengi. Við náum í raun og veru inn því að verja Íslenska ríkið nokkrum greiðslum í 7 ára þessu tíma. En ef menn er ekki sammála ágæti þar að segja þingheimur nær ekki saman. Það er mjög einanlega að segja að það er ekki tekið til þingheimur nær ekki saman og ríkisábyrgðin verður ekki samþykkt,
Sérðu fyrir þér að menn setjist bara aftur á samningaborði eða verður bara að fara í viðskiptaþvinganir og EES-samningum sagt upp? Ég skal ekki segja hvað verður gert, en það sem að menn ættu kannski að hafa í huga að þessi samningar hafa verið í sviðsljósinu, ekki bara hér á landi heldur annar staðar. Það hafa allir fylgst með þessu, Norðurlöndin að semja við okkur, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Evrópusambandið. Þessir aðilar meta það svo að við höfum gert góðan samning, að við höfum, hvað ég má segja, plagg í höndunum sem sé mjög gott fyrir okkur, að það uppfylli þessi skilyrði, að það skapa okkur raunverulega möguleika og vinna okkur út úr þessari kreppu með viðunandi hætti. Og ef að við síðan segjum, já við viljum ekki gera þetta, þá segi ég bara, hvað segja þessir aðilar? Munu þeir vera fúsir til samstarfs við þjóð sem að, hvað má segja, stendur... Það kemur í ljós, ef við segjum, við viljum borga en bara ekki svona mikið svo lengi, ef við komist því miður, ekki lengra í kvöld, ég held að þetta verði ekki síðasta sinn sem við tölum þennan samning. Kæra þakki fyrir komin. Já, takk fyrir.